Já, kæru áhörnendur, verið velkomin í spjallið með Frosta Logasinni. Gestur minn í dag Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra. Við munum spjalla hér kosningabarátuna og áherslur Bjarna í pólitík. En áður en við gerum það, vil ég endilega biðja ykkur að subscribe hérna á YouTube og svo auðvitað endilega fá ykkur áskrift á broadcast.is. En þá vindum við okkur í viðtalið. Jæja, Bjarni, vertu velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Sumleiðis. Þú stendur í Ströngu þessa dagana og það á brattan að sækja á ykkar mönnum. Já, það fylgið mjög sundrað og margir sem eru eftir að gera upp hug sinn, en já, við höfum mælst betur en við erum að gera núna. Ég held reyndar að mikilvægsti tíminn sé framundan, fram að kosningum, síðustu 2-3 vikurnar. Þetta stóri tíminn í kosningum í dag. Ertu bjartsýnn á að þið náið að vinna þetta upp þannig að það geti farið sátt frá borði eftir kjördag? Ég ágætlega bjartsýnn á að við stækkum og bætum við okkur. Hvar við nákvæmlega endum þegar uppi stað ekki gott að segja, en við vitum það að fylgi hefur haft tilhneigingu til að tvístrast meira. Við höfum líka séð þá þróun að ríkisstjórnarflokkar eiga dálítið erfitt uppdráttar í kosningum almennt í dag. En við finnum fyrir því að þegar við náum samtalinu og fáum fólk til að hugsa það hvað í húfi og hvað þessar kosningar snúast á milli hvaða valkosta fólk að gera upp, þá finnst mér þetta ekki brekka. Við erum ekki brekku í samtalinu sem slíku, sko. Og málefnilega líður okkur vel. Málefnilega málstaðurinn, þú náttúrulega ert öruggur í honum já. En það bara spurning hvort þú náir að koma þessu nægilega vel til skila, sko. Já, en þetta mjög merkilegi tímar í þessu samhengi. Hvað mikil hreyfing á fylginu? Það nánast búið að snúa öll á hvolf reglulega á undanförnum. Já, við getum bara, það fyrir eftir hvað vilt fara langt aftur. Það hafa orðið alveg gríðarlega breytingar. Ég myndi að hverju margir nýjir flokkar, þá ég bara að tala flokkar sem eru minni en 10 ára gamlir. Það bara margir slíkir í framboði. Já, og kannski útlit fyrir að það kvarnist eitthvað úr núna í þessum kosningum og ég held að það væri kannski bara ágætt. En það þegar á heildina litið, þá náttúrulega ákveðin hægri sveifla samt í gangi. Finnst það ekki athyglisvert? Ég finnst það mjög athyglisvert. Af því að á þetta kjörtímabil hefur litast af því að fólk segir, já, nú samfylkingin og miklu skriði og svona, og það átti að vera merki einhverja vinstri sveiflu, sem að það bara einhvern veginn gufar upp, sko. Það síðan bara einhver 20% sem að vinstrið með í raun og veru. Eins og staðan núna, þá hefur mjög mikið breyst og þau hafa tapað fylgi miðað við kannanir frá síðustu mánuðum og nú loka spretturinn eftir endaspretturinn, en á móti kemur einhver prósent eru þarna á sósíalistum og svona. Fyrir mér þá það bara gott að það smám saman að dragast upp hvaða valkostir þetta eru sem fólk stendur frammi fyrir og okkur líður vel í þeirri umræðu. Teiknað þetta eins upp fyrir okkur þessa valkosti. Ef að samfylkingin fengi hér umboð til þess að leiða ríkisstjórn, hvernig sæirðu það fyrir þér? Hvað myndi það þýða fyrir land og þjóð? Já, ég held að fólk verði bara að gera sér grein fyrir því að það allar líkur á að fólk fái bara nákvæmlega það sem verið að boða, sem eru stór aukin ríkisútgjöld. Þau segja að það þurfi að hækka verulega alltaf 1,25% útgjöld til heilbrigðismála, til samgöngumála og annarra innviðamála og svo ætluðu að fara í örugga afkomu upp á 10 milljarða. Sko þetta eru ný útgjöld, ofan á útgjöld sem að margir segja séu há í dag, upp á 100 milljarða og getur reiknað upp í 110 milljarða. Og svo sagt að það þurfi að fjármagna þetta og margir skattar nefndi til sögunar. Og það þetta sem ég að vísa í að þau mega alveg eiga það, þau standa fyrir það að stækka ríkið, auka útgjöldin og stór hækka skatta og þetta ekki stuttur listi af sköttum sem að samfylkingin að láta skín í og hafa sýnt okkur í þinginu. Á þessu ári fyrir fjárlög 2024 komuðu með nokkrar tillögur en þetta hefur verið frá bankaskatti yfir í
hækkun fjármagnstekjuskatts yfir í auðlegðarskatt, það að segja ekki auðlegðarskatt heldur EHF-skatt. Þau voru reynda með auðlegðarskatt sem að við létum renna sitt skeið. Þegar þau voru ríkisstjórn kom sérstakur auðlegðarskattur en ég að vísa í EHF-skattin og svo fjármagnstekjuskattin. Og þarna í raun og verið að ræða sko ákveðna kollsteypu á tilteknum tekjustofnum ríkisins. Að taka fjármagnstekjuskattin sem að mjög breiður skattstofn og var af ástæðu í 10% í upphafi vegna þess að við vorum ekki að leyfa fólki að gjaldfæra vaxtagjöldin sín á móti vaxtatekjunum. Og þess vegna var þetta bara þessu var stilt af sem mjög breiðum skattstofni en lágri skattprósentu. Svo þessi skattur hækkaður. Vinstri græn gerðu kröfu að við myndum aftur hækka hann upp í 22% og ég sagði að það var ekki hægt á þess að koma með breytingar á skattstofnunum. Og niðurstaðan í því máli var svo að við byggum til stór hækkað frítekjumark sem að kom langflestum heimilum í skjól frá þeirri hækkun. En skatturinn í mínum huga ennþá of hár. Það eru mjög margir sem eru bara með verðtryggðan sparnað sem þurfa að borga skatt af verðbótunum og enda með neikvæða raunávöxtun. Vegna skatta, það galið að lenda í neikvæðri raunávöxtun vegna skatta. Já, það bara glæpsamlegt. Já, það eins og En það ekki eitthvað rof eða svona skynjar almenningur tekjuskatturinn væri hærri heldur en tekjurnar. En skynjar almenningur nægilega vel sko þetta tengsl milli sko aukina ríkisútgjalda og bara minni afkomu í eigin vasa sko. Þú veist það svo margir sem hugsa bara einhvern veginn að ríki geti coverað allt og það alltaf búið að vera keyrt einhvern veginn þannig í gegnum tíðina og líka undir ykkar stjórn að ríki geti bara bungað út endalaust og almenningur hefur ekki sans fyrir því að þetta kostar peninga og peningurum verður að koma einhvers staðar frá. Já, sko nú hef ég verið lengur heldur en vel flestir í fjármálaráðuneytinu, hugsað gríðarlega mikið þessa hluti og við vorum stanslaust með verkefni í gangi til þess að endurmeta útgjaldaþörf í hinna ýmsu málaflokka. Og við fórum í mjög vel heppnuð verkefni. Við getum nefnt til dæmis Stafrænt Ísland sem að umbylti því hvernig við vorum að veita þjónustuna. Við sögðum, sko, þú átt að geta fengið ríkið í vasan, þú þarft ekki að mæta í stofnanir, þú getur bara gengið frá þínum málum með stafrænum hætti og það hefur gengið vel víða. Það er mikið verk eftir óunnið þar og bakendavinnslan víða býður. Þannig að við erum komin á stað þar og hefum náð góðum árangri en það þarf að keyra það miklu lengra. Og við höfum farið ofan í einstaka málaflokka og við höfum hreinsað víða til. Þú veist, ég hef oft nefnt hérna vörugjöld og tolla en við líka hættum ákveðnum hlutum eins og innheimta bifreiðagjöld. Ég myndi að við vorum að senda gluggapóst á alla sem áttu bíla á Íslandi og 2 ári. Og eru við ekki að borga bifreiðagjöld í dag? Jú, við erum að borga það en við þurfum ekki að senda hana gluggapóst 2 ári á einasta bifreiða. Stafræna veðingin, já. Og við spurum okkur 400 milljónir með þessu. Já, ok. En ég nefni þetta bara svona sem dæmi nokkur svona hagræðingaverkefni, innkaup og fleira. En það alltaf lítið það að fólk hafi djúpan skilning á því hvernig og hvað það sem að keyrir breytingar og ríkisútgjöldum frá einum tíma til annars. Það margir sem halda, það eru mikla kreddur í gangi þessa hluti. Það margir sem halda að sé allt vegna þess að það sé sífellt verið að koma á fót einhverjum nýjum verkefnum. Og vissulega eru dæmi það að það eru einhver verkefni sem að verið að sinna sem að mættu missa sín, en það ekki stóru breyturnar í þróun ríkisfjármálana. Stóru breyturnar í þróun ríkisfjármála eru tengdar launaþróun í landinu og bótakerfunum og tekur bara launaþróunina annars vegar og síðan bætur almannatrygginga hins vegar, þá þetta meirihlutin af breytingunni þegar þú ert að horfa á eitthvað viðmiðunartímabil tekið 2015, 17, 20 og þá þetta, það verðbólga, mannfjölgunin í landinu, launin og svo framvegis. En í pólitískri umræðu eru menn alltaf að biðja að fá sko evrópska vexti og hérna lítil ríkisútgjöld eða litlar breytingar á ríkisútgjöldum en enginn að tala launaþróunina. Hún á þetta bara að fá að halda áfram 6-8% launahækkun á árið, það eðlilegt sko. Þetta fer ekki saman. En ertu þá að segja að það sé í raun og veru
lítið sem hægt að skera af eða skera niður, veist, ég meina... Nei, það sem ég að segja bara við þurfum að skilja hvað á bakvið breytinguna á útgjaldahliðinni og þegar ég horfa á þetta, þá erum við að horfa á þetta til dæmis, við horfum á þetta frá nokkurum hliðum en einn mælikvarðinn hver eru ríkisútgjöldin á mann að teknu tilliti til þess hvað laun hafa breyst og að teknu tilliti til verðbólgu því að ríkið þarf líka að greiða fyrir verðbólguna í vörum og þjónustu og í bótum sem að hækka alltaf eins og að minnstakosti eins og verðbólgan eða laun ef þau hækka meira og þá getum við einangrað nýju útgjöldin og sagt þetta hinn hreina viðbót og í stuttu máli þá einfaldasta leiðin til þess að ná niður stærð ríkisins, það að leyfa hagkerfinu að vaksa og halda aftur af vexti ríkisútgjaldana. En ríkisútgjöld eru gríðarlega mikilvægur pólitískur umræðu þáttur til umræðu vegna þess að því stærra sem ríkið því frekara sem ríkið í hagkerfinu og svona í þinni tilveru, þeim mun minna í raun og veru þitt valfrelsi. Og það nú eitt sem að mér finnst að mætti svona ræða meiri dýpt í íslenskri pólitík. Já, ekki ykkar hlutverk að koma því á dagskrá? Jú, við höfum verið með mörg þingmál sem að tengjast í. Eitt málið sem að hefur verið ítrekka lagt fram á okkar hálfu til dæmis það að þú getur fengið að velja þér hver að berjast fyrir þínum hagsmunum gagnvart þínum vinnuveitanda. Þú getur valið þér þitt stéttarfélag og við viljum afnema forgangsréttarákvæði kjarasamninga sem að búið að gera í flestu löndum og við teljum að Mannréttindadómstóllinn hafi tjáð sig með þeim hætti að þau í raun og veru standast ekki lengur. Veitu hvað forgangsréttarákvæði kjarasamninga? Það þá þannig að stéttarfélög semja það við vinnuveitendur að vinnuveitandinn, hann ráði engan annan í vinnu en þann sem í viðkomandi stéttarfélögum og ef það eru laus störf að þá eigi þeir forgang sem eru skráðir í stéttarfélögin. Það fyrst þegar enginn sem að skráður í stéttarfélagi sem að tekur vinnunni sem að vinnuveitandinn í raun og veru í rétti með að leita annað. Og ef þú hugsar það þá til dæmis getur þetta leitt til þess að það ekki svona hæfasti maðurinn ráðinn menn í raun og veru fyrirfram að semja það. Þetta andveruleika samfélagið. Þetta leiðir í raun og veru til þess að neikvæða félagafrelsið skert á Íslandi og neikvætt félagafrelsi í raun og veru bara rétturinn til að standa utan félags. Þetta risastórt hagsmunamál sem að við munum áfram tala og algjört grundvallar mannréttindamál í okkar huga og þegar við erum að tala frelsismál í pólitískri umræðu á Íslandi þá erum við stundum að tala mál sem eru hversdagsleg og hafa mörg raunverulega þýðingu en við erum of sjaldan að tala þessi stóru grundvallamál, tjáningafrelsið, félagafrelsið, fyrirferð ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði. Hvenær ertu frjáls í samfélaginu? Nákvæmlega. Ertu frjáls þegar það búið að taka þér alla valkosti og ríkið sér bara eitt og allt? Þá ertu ekki frjáls í mínum huga. Þannig að það vantar meiri samkeppni, meira frelsi, minna ríki. Þetta þessi hugmyndafræðilega við erum að tala Þetta þessi hugmyndafræðilega umræða sem að skortir svo mikið í þessari pólitíkan á Íslandi. En mér langar aðeins að spyrja það út í ég ætla að byrja hérna á... Skattar eru hluti að þessu líka. Já, einmitt. En þessi kosningabarátta, hún mjög skrítin. Það búið að vera, þetta náttúrulega mjög brattur aðdragandi og það mikill hasar í gangi. Mér langar að spyrja það út í þetta sem núna allir að tala þetta njósnamál svo kallaða, sem að snýrað Jóni Gunnarsinni, sonur hans tekinn í leynilega upptöku af erlendum aðilum sem að heimildin síðan birtir sem einhverja afhjúpun. Hvernig blasir þetta við þér? Telurðu að þetta náttúrulega algjörlega nýr veruleiki og það með þess að RÚV segist að hafa heimildi fyrir því að þarna sé að baki fyrrverandi ísraelskir leyniþjónustumenn sem að framkvæmi aðgerðina og þetta inn í íslenska pólitík, þannig að þetta algjörlega nýr veruleiki. Hvað þarna á seiði að þínu mati? Hvernig blasir þetta við þér? Eru þetta náttúruverndarsamtök sem vilja stöðva hvalveiðar? Hvað heldurðu? Ég held að maður verði að gæta sín á því að fara að vera með einhverju getgátur það nákvæmlega hvað að gerast þarna og hvers vegna þetta fer á stað en það í mínum huga bara mjög alvarlegt að það sé verið að beita ólögmætum aðferðum, upptökum,
hljóð- og myndupptökum og svona tálbeitu aðferðum til þess að grennslast fyrir stöðu stjórnmálamanna og síðan þegar slíku efni með skipulögðum hætti komið á fjölmiðla í aðdraganda kosninga, þá í mínum huga greinilega verið að reyna að hafa áhrif á pólitíska framvindu í landinu. Það eitt og sér allstaðar litið mjög alvarlegum augum og eru vinnubrögð sem við höfum séð nýlega í öðrum löndum, mikið rættum þetta til dæmis í tengslum við kosningarnir í Moldóvu daginn. ÖSE að fylgjast með þessum hlutum og í Evrópu og Evrópusambandinu og Evrópuráðinu þetta sífellt á dagskrá. Við þekkjum umræðan afskiptina bandarísku forsetakosningunum. Þetta eru hlutir sem eru litnir mjög alvarlegum augum og mér finnst við Íslendingar dálítið vera ennþá bara að skríða í þessum málaflokki. Við erum ekki farin að geta labbað almennilega, svona ef maður notar barnalíkingu, við erum ekki ennþá búin að meðtaka það. Að hér eru netárásir, hér verið að stunda svona undirróðu starfsemi og hér geta hlutir gerst sem hafa gerst í öðru löndum. Alþjóðlegir glæpir geta skotið rótum hér, það getur verið að við fáum óeðlileg áhrif á lýðræðislega kosningar. Allt þetta sem að gerast annars staðar getur gerst hér og þetta í mínum huga dæmi það þegar menn fara að dreifa þessu í aðdraganda kosninga. Mjög alvarlegt mál. En þú hlýtur að velta fyrir þér, því að það einhver aðili sem greiðir fyrir þetta. Og þetta ekki ódýrt, svona aðgerð. Það einhver hagaðili sem að stendur að baki þessar aðgerðar og tilgangurinn einhver ákveðin tilgangur sem að við sjáum ekki alveg, minnast ég segi, annarkvort þetta miklir hvalavinir sem að vilja koma í veg fyrir hvalveiðileyfi eða hreinlega einhver sem vil koma að fæti fyrir sjálfstæðisflokkin í heilsinni eða ég sá einhvers staðar einhvern velta því upp til dæmis Rússar sem hafa verið sakaður alls konar kosninga inngrip í öðrum þjóðríkjum að það hugsanlega væri Rússar þarna ráðast að ríkisstjórn sem að væri sér óvinnveitt í stuðningi sínum við Úkraínu. Menn hljóta að velta mikið fyrir sér. Hvað gæti verið þarna baki? Hvað dettur þér í hug? Já, ég meina, þú ert bara að orða ýmsa hluti sem að maður hugsar. Þú ert að orða hluti sem að maður heyrir talað og þetta gæti verið eitthvað af þessu eða annað. Maður veit ekki nákvæmlega, en hver sem tilgangurinn að þá megum við bara ekki gleyma því, hver Íslendingur ætti bara að spyrja sig hvort að hann myndi vera sáttur við að það væri komið svona fram við sig. Ef eitthvað tengdur þér í stjórnmálum, það þá bara í lagi að lenda í því að vera tekin upp og hafður að fíbli með alls konar blekkingum og einhverjum stóru leikriti sem stendur í marga vikur og jafnvel mánuði. Þarna voru menn að þykjast alltaf að fara eitthvað viðskipti. Það er svo merkilegt að það fólk sem með svona háa móralska standarda og mikið siðferði að eigin mati, þeim finnst þetta allt í lagi af því að það óvinnurinn sem að lendi í þessu. Já, ég ætla ekki að neita því. Mér hefur lengi fundist að það væri mjög pólitískar línur sem að réðu því hvernig sumir tala þessi mál. Nákvæmlega. Því miður þannig. En já, þetta verður væntanlega, þetta tilefni til rannsóknar. Lögreglan fari í sjálfstæða rannsókn á þessu. Já, eins og ég skil það sem lögreglan hefur sagt að þá verið að grennslast fyrir og reyna að átta sig á því hvernig þetta gerðist og hver aðdragandi var og ég veit ekki meira En aðeins að ásökunum spillingu sjálfstæðisflokksins. Mér langar að spyrja, er það ekki alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn styður hvalveiðar? Við höfum gert það alltaf og jú, við höfum verið stuðningsmenn þess að menn fái leyfi til að stunda hvalveiðar enda standa lög til þess og menn eigi rétt á því á grundvelli lagana sem þetta gilda og við erum þá fyrst og fremst að tala atvinnufrelsismál. Við höfum verið gagnrýnin á það þegar að þeim reglum hefur ekki verið fylgt bara samkvæmt orðanna hljóðan. Og vorum mjög skýr allur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins í gagnrýni á það hvernig Svandís Svavarsdóttir hélt á þessu máli á sínum tíma sem síðan umboðsmaður raun og veru í svona öllum aðalatriðum komst að sömu niðurstöðu við að þarna hefði ekki verið farið rétt með. En væri eitthvað óeðlilegt? Þannig að þetta fyrir okkur atvinnufrelsismál. En væri eitthvað óeðlilegt við það einmitt að
að sko þú sem matvælaráðherra og fulltrúið þinn í matvælaráðuneytinu sem líka yfirlýstur stuðningsmaður hvalveiða myndu ákveða að veita leyfi til hvalveiða í þessu árferði eftir að þessum undan gengið? Sko í fljótu bragði þá ekkert annað sem bendir til þess en að það eigi að gefa út leyfi, en þetta verður auðvitað að fara í sinn farveg. Ég þarf að fylgja lögbónu ferli til dæmis að fá umsagnir og ég á eftir að vinna vinnu í ráðuneytinu sem að lítur meðal annars að lagalegri ráðgjöf, lögfræðilegri ráðgjöf, og síðan í umsókninni atriði sem þarf að fara yfir. Það verið að biðja mislöng leyfi og það verið að ræða það hvernig megi stunda veiðarnar og aðra slíka þætti, þannig að þetta þarf að fara yfir. Þannig að þetta ekki bara spurning grænt eða rautt ljós, þetta líka spurning um þau skilyrði sem fylgja veitingu leyfis. En það svolítið sérkennilegt að tala eitthvað sem sérstakt plott, sko, að þið og Jón Gunnarsson séu þarna að fara að lauma hvalveiðum inn þegar það alltaf að stefna flokksins bara. Já, og sko, í fyrsta lagi, það látið að því liggja að ég hafi getað boðið Jóni sko vinnu ef að hann gerði eitthvað. Við erum með kjörnefnd í Sjálfstæðisflokknum og kjörnefnd kemur með tillögu inn í kjördæmisráð og það fólkið í flokknum sem velur á listan og þarna snerist þetta bara það hvort að Jón væri tilbúin til þess að gefa kost á sér til þess að kjörnefndin geti borið það undir flokksmenn hvort hann tæki 5. sætið. Það ekki eins og ég hafi haft það upp í erminni til úthlutunar. Og í öðru lagi að þá hann meira að gera mér greiði heldur en ég honum, að hann tilbúin til þess að koma og veita mér liðsinni í ráðuneytinu sem aðstofamaður þar sem hann hefur engin bein völd. Hann getur ekki bundið slaufa á neitt mál, hann hins vegar getur verið mér til aðstofar og getur aflað upplýsinga og hann getur undirbúið eitt og annað en endanlegar ákvarðanir verða teknar af ráðherranum. Mér finnst menn hafa ruglað þessu öllu saman í eitt hrærigraut og svo nú eitt í þessu sko. Sumir tala eins og þessi óeðlilegt að stjórnmálamenn séu yfir höfuð að taka svona ákvarðanir sko. Hver að þá að gera það? Það ekki þeir. Já. Ég segi það, en annað fjara flokk sem reyndar ekki tengt þínum flokk, það núna umtalað á öllum kaffistofum landsins uppþótt á lista Samfylkingarinnar þar sem að einn frambjóðandinn vildi svo óheppilega til að það einn af þeim sem að hefur verið svona dómharðastur í framlínu cancelkúltúrsins og til dæmis talaði mikið það að miðflokksmenn ættu ekkert erindi á þing vegna kvenfyrirlitningar. Svo kemur í ljósa að hann að skrifa pistla fyrir mörgum árum síðan vissulega, en pistla sem að eru, ég hef sjaldan eða aldrei séð jafn stæka kvenfyrirlitningu og menn sem að tala þeir sem að gagnrýna kynjakvóta eru oft kallaðir kallrembur og kvenfyrirlitningar pésar þeir eru bara með eitthvað svona málefnilega gagnrýni á feminisma, þá er stórin kallremba. Þannig eru að sjá bara svona bonafide kallrembu. Sérstakt mál, hvernig horfið þú á þetta? Hvernig blasir þetta við þér? Ég ætla nú að reyna að forðast það að vera með stóra dóma en ég meina þetta mál þetta bara eins og þeir og augljóslega Þórði Snæ og flokknum þungbært ekki síst í aðdraganda kosninga og þegar búið að stilla upp lista og ekki hægt einu svona að gera breytingar jafnvel þótt að menn vildu gera breytingar en já, ég meina ég vil ekki bara segja, mér hefur stundum fundist sem pendúllina eigi til að sveiflast svona út á jaðrana í íslensku samfélagi og það fóru margir á þann vagn á tímabili að fordæma eitt og allt og eitt og annað og endanum var bara allt orðið ómögulegt og menn sitja þá bara uppi með það sjálfur að skýra það hvernig þeir líta út í ljósi til dæmis svona upplýsinga með alla sína þungu dóma yfir öðru fólki. Ef við ekki bara öll að taka þetta aldrei til okkar að spyrja okkur hvernig gott að lifa lífinu og hversu skynsamlegt að vera sífellt með munnin opinn og vera að dæma annað fólk eða senda út einhver skilaboð það hvað aðrir eru ómögulegir. Jú, við skulum vona
að nú lifni við máltækið úr biblíunni fyrir Þórði Snæ, hérna, dæmið ekki og þér munuð ekki dæmdir verða. Kannski að hann svona á einhverja svona hugljómun með það loksins. Já. Herðir. Svo þetta líka dæmum það hvað netið geymir upplýsingar lengi. Nákvæmlega. En mér langar að spyrja út í hérna bandarísku forsetakosningarnar sem að voru sko ævintýralegar í raun og veru. Allur aðdragandinn að þeim og hasarinn í kringum þessu kosningar, ég man ekki eftir öðru eins. En niðurstaðan er rosalega afgerandi. Donald Trump vinnur sko gjörsigrar þessar kosningar og ekki nóg með það að republikanar fá meiri hluta í báðum deildum og hérna þetta er stór sigur þrátt fyrir að Kamala Harris hafi haft sko miklu meiri pening yfir að ráða í kosningabaráttunni og verið með stuðning allra stóru fjölmiðlana, allra stofnana, Hollywood elitunar, þannig að sigur Donald Trumps er margt ótrúlegur þarna. Hvernig túlkar þú þessa niðurstöðu? Af hverju heldur þú að hann hafi unnið með svona svakalegum yfirbörum? Sko, maður ennþá aðeins að melta þetta og reyna að átta sig á kröftunum sem voru hér að baki, en hann hefur verið mjög góður í því að koma með einföld skilaboð og tala beint inn í hjarta fólks þá hluti sem að fólk er raunverulega að hugsa í tengslum bara til dæmis við lífskjara baráttuna. Það hefur þrengt að hag bandarískra heimila og það var eitt af stóru atriðunum sem að hann vill breyta. Hann hefur talað öll störfin sem hafa tapast. Ég held sko, fyrir mitt leyti þá fannst mér einfallega að hann væri með stefnumál, sérstaklega í efnahagsmálum og innflytjendamálum, og þá er ég að tala sérstaklega landamærin. Sem að höfðaði meira til fólks og þess vegna finnst mér þeir hafa töluvert til síns mál sem að sögðu á endan og þá vann hann þetta bara á stefnumálunum. Og stefnumál demokratana í þessu tilliti voru veikari en síðan eru margir aðrir fletir á þessu. Það er til dæmis mjög merkilegt að svona maður eins og Donald Trump sem er auðkýfingur og hefur lent í ýmsu. Samkvæmt sko handbókinni hefði hann ekki átt að eiga séns miðað við dómsmálin sem að voru höfðu gegn honum, miðað við það sem gerðist eftir síðustu kosningar og allt sem að gerðist meðal annars það sem að hans eigin flokksmenn margir sögðu því tilefni. Svo náttúrulega bara eiginlega hálfgerð tilvílun að hann skuli vera á lífi því að búið að reyna að ráða hann á dögum. Já, svo er það líka og það held ég ætli flesti séu ekki þeirra skoðun að það hafi á endanum með einhverjum undarlegum hætti svona gagnastónum í baráttunni, þessi þrautsegja sem hann sýndi þegar hann rauk upp með steittan hnefan á lofti og sagði, þú veist, aldrei að gefast upp eða sko, fight. Og að maður semst líka á þessum aldri með þessa fortíð og svona ýmsu sko dómsmáli sem að hafa verið í gangi í aðdraganda kosningana. Þetta bara segir svo mikla sögu. Þetta segir svo, og þú varst að nefna áðan að þessi meginstraumsmiðlar þarna í Bandaríkjunum, margir á mótunum og svona menntaelítan dálítið og á ströndunum sikkurum megin. Þetta er ótrúlega stór sigur og Er eitthvað þarna sem að þið megið læra af? Já, sko, áður en ég fer þangað, þá ætla ég bara að segja, hann er samt með þráð í sínum skilabóðum sem hefur aldrei slitnað, sem er, þú veist, þetta slagorð Make America Great Again, það vísar í ákveðna hnignun sem hefur orðið og margir tengja við í Bandaríkjunum. Þó að bandaríska hagkerfi hafi til dæmis vaxið mun hraðar heldur en Evrópusambandi síðustu 10-15 árin, að þá er þetta samt sem áður staðreynd og það eru breytingar eiga sér stað, meðal annars út af alheimsviðskiptum og þaðan kemur umræðan tollana. Þannig að sko, hann er ekki að koma með einhver splungu ný slagorð efnahags- og landamæramál. Hann er þráður í hans málflutningi alveg síðan hann fór í fyrra skiptið fram og hafði sigur. En mér finnst það enga síður mjög merkilegt að þetta skildi hafi tekist hjá honum út af öllu því sem komið hefur upp á.
en það gerist á stefnumálunum. En þessar skýru línur sem að hann er með og þessi þráður sem á samhljóm með landanum í Bandaríkjunum, menna, er eitthvað sem þið getið lært af þessu núna þegar þið eru að reyna að hífa upp ykkar fylgi? Ég held að sko, þetta snýst á endanum mjög afgerandi efnahagsmál, efnahagsástandið og það er svona dálítið brekkan sem við erum í, Sjálfstæðisflokkurinn, að verðbólgan fór of hátt upp og margir eru að finna fyrir þessu háa vaxtastígi. Við höfum reynt að færa skýringar á því hvers vegna það gerðist, að lentum í heimsfaraldri og síðan kemur Grindavíkur ástandið, það hefur orðið gríðarlega mikil mannfjölgun, sveitarfélögin hafa ekki verið með tilbúna lóðir til uppbyggingar, það kom innflutt verðbólga vegna þess að verðbólga var í nágrannalöndunum og við fengum vörur inn í landi sem voru á uppsprengdu verði. Þetta eru flóknir svona samverkandi þættir sem hafa valdið þessu, en við erum að ná tökum á þessu og nú eru nýjustu verðbólguspárnar komnar undir 5% bara í dag, eru menn að spá 4,5% verðbólgu, þannig að við erum að ná stjórn á þessu og vextir munu lækka. Þannig að efnahagsmál er bara punktur sem að er sígildur og hann vann þetta að verulegu leyti á efnahagsmálum. Svo er bara þessi orðræða þeirra þarna úti öryggi. Ég meina, þú veist, þetta eru spurningum fullveldi, land sem ekki stjórna landamærum sínum er tæplega fullvalda. Já, og það er náttúrulega þannig að eins og hér með miklum innflutningi erlends vinnuafls, að þá erum við að skapa hér vettvang fyrir láglaunastörf í miklu mæli. Já, og í Bandaríkjunum hefur verið þannig að Amerikaninn, honum finnst hann verða af störfum af því að það eru innflytjendur sem eru til að taka þetta fyrir lægri taxta. En hagkerfi okkar hefur notið góðs af þessu. Ég meina, ég var með pappa minn á spítala í sumar sem var bara í líknandi meðferð og síðan dó í september. Já, ég samhryggist með það. Þakkaði fyrir, en ég ætla bara nota það sem mína nýjustu reynslu á heilbrigðiskerfinu, þar sem að þú ert reglulegur gestur inn á ólíkum sjúkrastofnunum og þá sérðu þetta bara með eigin augum hversu gríðarlega miklu máli skiptir að við höfum fengið vinnandi hendur til landsins til þess að halda til dæmis bara nauðsynlegri umönnun og þjónustu gangandi. Þú veist, þetta fer ekki fram hjá neinum og þetta er ekkit alltaf bara einhver láglauna störf. Þetta eru mjög mikilvæg störf til dæmis í ferðaþjónustu og hagkerfið er að breytast hjá okkur og hverjir eru að ráða allt þetta fólk? Þetta eru auðvitað íslensk fyrirtæki sem eru að stækka og við höfum notið góðs af þessu. Hagkerfið hefur stækkað, það eru fleiri stoðir undir íslenska vinnumarkaðsmódelinu eða við getum sagt undir íslensku atvinnulífi. Hagkerfið er orðið fjölbreyttara. Við erum líka að flytja inn fullt af fólki sem að vinnur hjá fyrirtækjum eins og Alvotech eða í öðrum tæknifyrirtækjum. Við höfum verið að gefa skattaafslætti fyrir sérfræðinga sem koma til landsins. En það er samt þannig að ef þú ferðir nú veitingastað kvöldmátaleiti í Reykjavík og þá sérðu röð af volt starfsmönnum sem eru þarna í svona verktöku að senda mat og þetta er nánast allt arabar eða fólk frá Afríku. Maður hefur ágjörð af því að það sé verið að skapa mikla stéttaskiptingu að þarna eru borgarar sem eru einhvern veginn svona. Já, en ef við skoðum sögulega þá sérðu, og þetta er hluti af efnum sem að ég let smíða á sínum tíma, tekjusagan.is og inni á honum er eitthvað sem heitir lífslaupið. Þar getur þú skoðað hvernig við færumst Íslendingar frá 1991 á milli tekjutíunda. Ég ætla að halda þér fram að á Íslandi sé einhver mesti félagslegu hreyfanleiki sem þú getur mælt bara hjá þjóðum. Það er mjög áberandi að fólk er eins og þú segir, stundum að vinna láglaunastörf, en svo yfir starfsæfina þá er á Íslandi meiri tækifæri til þess að vinna sig upp í starfi, fá hærri og betri laun með tíð og tíma heldur en í öðrum löndum. Ég held ég skilji hvað þú ert að fara að ef við fáum of mikið innstreymi af erlendu vinnuafli og við erum með of öra fjölgun erlendra ríkisborgara inn í íslenska vinnumarkaðin og inn í íslensk þjóðfélag, þá geta komið upp ýmsar áskoranir og vandamál. Ég held að það sé rétt hjá þér. Við opnum hins vegar fyrir EES-svæðið 1994 í raun og veru
og þá var mikil umræða um það hvort það myndi ekki margir flytja til Íslands. Það hefur ekki gerst, en svona í seinni tíð eftir því sem að við höfum stækkað sem hagkerfi og við höfum þurft á vinnuafli að halda til dæmis út af ferðamönnum, þá hafa margir komið til landsins. Frá menningarsvæðum utan EES tiltölulega erfitt að koma, það eru aðalega 2 leiðir. Þú getur verið komin með örugt starf og þá getur sótt leyfi til að koma til landsins og á grundvelli þess að þú sért að fara að vinna, en það getur verið dálítið krókaleg vegna þess að stéttarfélögin hafa umsagnarrétt það og vilja þá ganga úr skuggum að það sé engin atvinnulaus á Íslandi áður en að það verið að sækja einhvern utan EES. Og hinleiðin sem að við höfum mikið verið að ræða í stjórnmálunum er semst að sækja hér hæli og gagnrýni okkar á það kerfi hefur snúið að því að of margir sem að láta reyna og rétt sinn til þess að fá hæli á Íslandi eru bara einfaldlega að leita betri efnahagslegum skilyrðum. En við erum að spyrja eins og því það. Við höfum með alþjóðlegar skuldbindingar og gengumst undir það fyrir lifandis löngu og höfum tekið á móti kvótaflóttamönnum í áratugi. Man eftir því þegar ég var ungur, þá var fólk að koma frá Víetnam, Ungverjalandi, minnum mig. En hvaða skuldbindingar eru það sem að skylda okkur til að hafa svona opið móttöku fyrir fólk sem að kemur inn og klukkar útlendingastofnun og biður alþjóðlega vernd? Erum við yfir höfuð skuldbundin til þess að vera með slíkan kanal opinn? Já, við erum þáttakendur í ákveðnu kerfi sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa smíðað og svo erum við sömuleiðis þáttakendur í regluverki Evrópuþjóða svona sameiginlega reglur sem að varða til dæmis brottvísun og endursendingu þeirra sem hafa komið inn á okkar svæði. Í þessu samhengi þá held ég að sé langbest að það sé einhver skilvirk alþjóðleg samvinna vegna þess að ella getur lent í því að þú hafir bara einfaldlega engan til þess að tala við ef þú ætlar að endursenda einhvern ríkisborgara tiltekins ríkis. Ef það ekkert kerfi þá hafa menn enga skyldur og svona alþjóðasáttmála þeir ekki bara skyldur einstakara ríkja, þeir fjalla líka réttin til þess að geta gert kröfu að ef einhver kemur frá tilteknu landi og endar hjá þér að hann geti farið aftur til þess lands. En Danir hafa talað að þeirra markmið að það komi enginn að biðja hæli. Þetta verður allt gert í gegnum svona flóttamannasamninga sem eru kláraðir áður en þeir komið til landsins. Já, getum við ekki farið þangað? Jú, forsætisráðherrann hefur talað fyrir þessu. Þau eru ekki með þessa stefnu opinberlega, en forsætisráðherrann hefur sagt að henni þætti best ef að þau gætu bara verið í því að taka við kvótaflóttamönnum, þá myndu þau bara stilla sig af og segja, það svona mikill fjöldi sem við ætlum að sækja og við ætlum að taka þennan hóp. Þau hafa ekki náð þeim árangri að loka fyrir hælisumsóknir en þeim hefur fækkað mjög verulega og það eru ýmsar breytingar sem þau hafa gert á sínum lögum sem að við höfum verið að líta til dæmis að koma í veg fyrir fjölskyldusameiningar strax í kjölfarið af því að hælisumsókn samþykkt. Þessu breyttum við núna nýlega á þinginu. En væri það ekki æskilegt til þess að bara ná almennilega utan það og geta veitt þá þjónustu þeim sem að koma hingað að þetta yrði meira strúktúrað bara í eitthvað ramma sem væri bara, við tökum bara á móti x mörgum kvótaflóttamönnum, göngumst undir þær skyldur og ekki söguna meir. Já, ég held að það sé rétt hjá þér að ef við myndum vera með fjölda flóttamanna, hvort sem það væru kvótaflóttamenn eða í bland við hælisleitendur sem að koma hingað á landamærin sem að myndi líkast þeim fjölda sem að áður var hér, kannski fyrir eins og 10 árum, sem við værum svona jafnaði öðru hvoru megin við 100 manns á ári, þá væri þetta ekki sá stóri málaflokkur sem að við erum að tala í dag. Það sem að kerfinu í dag eru nokkrir hlutir. Fyrsta lagi hafa verið að koma allt of margir. Og sumir segja að þetta sé að uppistöðu til fólk frá Úkraínu sem að við tökum til landsins eins og aðrir gera. Það út af fyrir sér rétt að það mestur fjöldin þaðan, en jafnvel þótt þú takir Úkrænumennina frá, þá heildarfjöldi allra hinna margfaldur á við það sem áður var. Jafnvel þó að tölurnar hafi lækkað, þá þetta ennþá gríðarlega mikill fjöldi í íslensku samhengi. Og ég þess vegna hafnaði því að það sé bara komið niður í eitthvað eðlilegar tölur. Ég hafna því sömuleiðis að kostnaðurinn sé bara mátulegur. Hann 1 milljarður á mánuði. Það brjálæðislegt. Það brjálæðisleg tala og það sem verst við þá tölu að
uppistaðan að þessum kostnaði fer í stjórnsýslu sem að endar síðan bara með því að viðkomandi fær nei. Þannig að við erum ekki að nota peningana til þess að hjálpa viðkomandi að aðlagast á Íslandi eða komandi sér fótunum á Íslandi. Þetta er bara að fara í hinn ýmsa kostnað, öryggisgæslu, lögfræðikostnað, túlkakostnað, húsaleigu, uppihald og annað þess áttar til þess að viðkomandi fái sanngjarna málsmeðferð. Þetta er of mikill kostnaður, þetta er of mikill fjöldi ennþá. Og það sem þarf að gerast er að við þurfum að vera með greiningamiðstöð á landamærunum til þess að ná miklu betur utan málaflokkinn strax við fyrstu snertingu. Við þurfum að vera skýr það að íslensk lög standi til þess að þeim sé vísað frá landinu sem brjóta lög á meðan þeir hafa hér mál í meðferð eða eru með tímabundið dvalarleyfi. Ef þeir brjóta lög þá verðum við að vera mjög skýr það að viðkomandi hefur fyrirgert rétti sínum til þess að vera hér. Og í þriðja lagi þá þurfum við að vera með einhvers konar brottfararúrræði þar sem að þeir sem ekki ætla að vera í samvinnu við íslensk stjórnvöld brottflutning þurfa að vera þar til að flugið fer í loftið. Og og allt sem ég er að tala hér eru hlutir sem að Danir og nágranna þjóðir okkar eru allar að gera og ætti ekki að vera umdeilt en menn hafa gert ágreining þetta á þinginu. Ef við gerum þetta þá held ég að umsóknum á landamærum Íslands muni fækka áfram og við náum smám saman betri stjórn á þessu. Hvað heldur þú mjög talnaklökkur maður og með mikla reynslu og ríkisfjármálum. Hvað getum við ráðið við marga flóttamenn og hælisleitendur á ári hverju á Íslandi? Já, ef við værum bara með eitthvað svona eðlilegt hlutfall eins og Norðurlöndin, ef við ætlum að spegla okkur í þeirra veruleika, ef við ætlum að horfa til Danana, þá segi ég við þurfum að koma þessu tölum úr því að þær fóru hæst yfir 4.000 hælisleitendur og eru komnar undir 2.000. Eins og ég sagði áðan, ég meina næsta... Er þetta í hundruðum talið eða þúsundum talið sem við getum ráðið við? Ég held að það sé bara mjög brýnt að þetta fari undir 500 sem fyrst og til lengri tíma. Ég veit að heimurinn hefur breyst, þannig að það er erfitt að bera sig saman við 2005 eða 2010. En það væri vel viðránlegt að við verum að tala eitthvað svona hóp eins og 100 manns á árið eitthvað svoleiðis. Við gætum vel ráðið við það og haft stjórn á því, en jafnvel 100 manns á hverju ári væri áskorun fyrir hinn ýmsu kerfi okkar, skólakerfin og svo framvegis. Já, það er flott að heyra þið segja þetta. Já, því að til viðbótar við þann fjölda hælisleitenda, þá erum við með mikinn þrýsting á ýmsa innviði hjá okkur út af öllu erlenda vinnuaflinu sem að vill koma hingað. Já. Það er líka bara heilmikið fyrir okkur að sjá Já, þetta er fólk auðvitað sem að borga skatta og er að bjarga sér hér í samfélaginu. En heilmikil áskorun fyrir sveitarfélögin að sinna ýmisri grunnþjónustu. Algjörlega. Þú talaðir í einu viðtali óæskilega blöndun menningarheima sem olli miklu fjaðrafóki. Verður til að skýra fyrir mér aðeins betur hvað þú áttir við með því? Já, ég er í því samhengi að vísa til þess að við skiljum hvað er að vera Íslendingur, hvað er það sem þið þykir væntum við það að búa á Íslandi, hafa alist hér upp. Einhver sameiginleg gildi. Hver er okkar menningararfur í hverju liggur hann og ég hef gjarnan bent á það og menn hafa sumir rangtúlka það mjög harkalega. Ég bara bendi til dæmis á það að öll Norðurlöndin eru sterk lýðræðisríki, mjög sterk lýðræðisríki, þar sem að við getum sagt að við búum við full lýðræði. Þetta eru ríki þar sem að velsæld er mjög mikil. Það eru ýmis réttindi á Norðurlöndunum sem ekki fyrirfinnast annars staðar. Við getum bent á það að hér er til dæmis atvinnuþátttaka kvenna og kvenfrelsi almennt með því besta í heiminum sem þekkist. Hvað eigum við fleira sameiginlegt? Við getum sagt að við erum með í fánanum krossinn og það er ekki ykkur tilviljun. Það er vegna þess að við erum með kristilegan bakgrunn, þessi menningarsamfélag á Norðurlöndunum. Og við Íslendingar höfum sagt í þjóðaratkvæðagreiðslu við viljum standa með íslensku þjóðkirkjunni. Hún er hluti af okkar menningarsögu og hefur haft miklu meiri áhrif heldur en margir gera sig grein fyrir í svona daglegri umræðu á bara það hvernig við hugsum, hvernig við erum, hvernig komum fram við hvert annað, hvaða gildi það eru sem að móta fjölskyldulífið okkar og svo framvegis. Og
þetta sem ég að tala hérna, lýðræðið, jafnréttið sem hefur fært okkur sko, hérna, bara fremst meðal þjóða, til dæmis í kvenréttindamálum og atvinnuþátttaka kvenna hvergi meiri og svo framvegis. Það hvernig við tryggjum jafnt aðgengi að ýmissi þjónustu, hvort sem eru heilbrigðis þjónusta eða skólar. Við notum skólana til þess að svona, gefa fólki jöfn tækifæri út í lífið. Þú veit að segja að það eru aðrir menningaheimar sem að gefa skít í þessi gildi. Já, allt þetta, þetta er eitthvað sem að, hérna, mér þykir vænt um. Og svo eru aðrir kraftar sem eru beinlínis í heiminum að grafa undan þessum gildum. Þau eru að ráðast á lýðræðið. Stríðið í Úkraínu eru þetta mjög svona augljóst dæmi að menn gefa lítið fyrir alþjóðalög, virða ekki fullveldið, virða ekki landamærin, virða ekki rétt þeirra sem þar búa til þess að velja sér sína leiðtoga og stjórna sínum eigin örlögum og svo framvegis. Og sko, þegar við setjum þetta í samhengi við það, hvort það sé ykkur mörk á því hvað við getum tekið við mörkum frá öðrum menningarheimum, þá blasir við mér svarið, sko. Það eru að sjálfsögðu mörk á því. Og ef við horfum til þess sem hefur gerst í Svíþjóð og að gerast í Danmörku mjög víða, og ég hef verið að ræða þetta við sko, forsætisráðherra þessara landa og aðra ráðherra í gegnum tíðina, að þá hafa þeir lent í alveg meiri háttar vandræðum vegna þess að þau voru of bláeygð, trúðu því að þetta myndi leysa sig og að samfélagið myndi einhvern veginn vera svo heillandi fyrir viðkomandi innflytjendur að þeir myndi aðlaga sig að samfélaginu eins og það er þar, en það hefur ekki gerst. Og þetta er ekkert sko, ég vil ekki sko, ég vil bara geta rætt um þetta sko, af einhverju raunsæi og mér sjálfu sér alveg sama þó einhverju segja, heyrðu, þarna skín í einhverja fyrirlitningu sko, gagnvart útlendingum. Það er bara rugl. Það er bara algjör þvælu umræða. Við erum bara að tala hérna staðreynd, við erum að benda á reynslu annarra þjóða og Danir hafa verið að galopna umræðan um þetta. Og það er mjög mikilvægt að við höldum þessari umræðu áfram og gerum okkur grein fyrir því að ef við ætlum að standa vörð þessi megin grunngildi sem að gera frábært að vera á Íslandi og manni þykir sko væntum vegna þess að það er héðan sem að við öll sprettum úr þessum menningarheimi með þennan bakgrunn og þessa sögu, að þá skiptir máli hvernig við stjórnum landinu. Það skiptir máli hvernig við stýrum landamærunum, skiptir máli hvaða reglur gilda hin ýmsu mál og þetta er eins og þú nefnir með Svíana og Dani og svona, þau eru ekki bara bláeygðir á sínum tíma, voru þeir hreinlega sko, þetta var tabú að tala um þetta og það er þessi réttrúnaður sem að náttúrulega er svona ofsafengin sem að ber menn niður þegar þeir reyna að fá einhverja skynsemi í málin. Heldur að þetta, og við höfum náttúrulega sko fengið okkar skerfa af þessu, heldur að þetta sé að komast í eitthvað betri balans? Já, ég held að balansin sé aðeins að breytast. Ég hygg ekki við að benda á þessi dæmi, þegar ég hitti stjórnmálamenn frá Norðurlöndunum þá eru þeir mjög opnir með þetta. Og hérna, má ég bara benda á það sem hefur verið að gerast í Evrópu undanfarin ár. Ég meina, sjáu þið bara pólitíska landslæði, ekki bara á Norðurlöndunum, heldur víða Evrópu, hvernig það hefur verið að breytast vegna þess að stjórnvöld þeim hefur mistekist að halda utan þessa málaflokka. Síðast í Austurríki hérna, kemur dálítið svona öfgafullur flokkur. Harlín og hægri er að fá mikið fylgi. Wilders í Hollandi vann kosningarnar og hérna hefur verið mjög svona hvass í þessar umræðu og ég geti nefnt fjölmörg dæmi. Ég meina í Svíþjóðademókratarnir stór flokkur og þeir byrjuðu, þú veist, á bara harðri umræðum þetta. Látum okkur þetta verða víti til varnaðar. Lendum ekki sko í sömu stöðu þannig að við missum stjórn á þessum málaflokkum og sköpum vandamál sem að hafa valdið sundrungu. Ég er ekki að tala fyrir polariseringu, ég er að tala bara fyrir raunsæi og ég er að benda á að þau gildi sem að einkenna íslenska samfélagið og Norðurlöndin heilt yfir hafa gert hvað? Hafa tryggt lífskjör í fremstu röð. Stöndum þessna vörðum þessi gildi og látum ekki eins og það skipti engu máli að standa vörðum þau og jafnvel þóttu ætlar að virða sko trúfrelsi og þú ætlar að gera þitt í því að taka á móti flóttamönnum svo lengi sem að þú setur ekki innviðina þína í uppnám
og þú ætlar að hjálpa þeim að aðlagast samfélaginu og við ætlum sömuleiðis að vera opin fyrir evrópska vinnumarkanum. En við erum alltaf að vera meðvituð hvað við höfum að verja. Við getum ekki bara sagt, þetta bara gerist einhvern veginn og þetta hlýtur að vera allt í lagi vegna þess að það eru aðrar hugmyndir, það eru aðrir kraftar, það eru aðrir hagsmunir. Þetta hefur stundum verið nefnt líka í samhengi við það þegar menn að fjármagna moskur til dæmis með erlendu fé og vilja koma þeim upp hér og reyna að efla þá starfsemi í landinu. Mér finnst þetta bara að skipta heilmiklu máli. Já, það hlýtur að vera varhugavert. Já, ég held að menni að gjalda varhug við því. Herri, Við erum lítið og viðkvæmt samfélag. Mér langar, við verðum að ræða eins ríkið á fjölmiðlamarkaði, RÚV í efsta leyti. Þið eru flokkur sem að tali fyrir minni umsvifum ríkisins og meira frelsi fyrir aðila á hennum frjálsa markaði. RÚV stendur þarna eins og álfur út úr hól í þessari stefnu. Ég meina, hver er því skoðun á þessu? Þið er eitthvað að tala um að minnka umsvifin á auglýsingamarkaði, er það nóg? Hvað viljið þið gera með RÚV? Sko, það hefur ekki tekist nein pólitísk samstaða meiri áttur uppstokkun á ríkisútvarpinu. Mín skoðun er þessi hér. Ef við ætlum raunverulega að tryggja fjölmiðlafrelsi á Íslandi, þá getum við ekki skapað aðstæður þar sem að frjálsu miðlarnir fá ekki þrifist. Sko, við getum þó ekki tekið einn fjölmiðil sem við köllum ríkisfjölmiðilinn og skapað honum þannig yfirburða aðstöðu og leyft honum á sama tíma að vera á samkeppnismarkaði auglýsingafé að allir aðrir miðlar séu bara, án sólarljós í skugga ríkisútvarpsins. Þetta kalla ég ekki að hafa skapað aðstæður fyrir frjálsa fjölmiðlun. Síðan, ég ætla ekki einu svona að fara út í það hvað fjölmiðlun hefur mikið breyst. Hér sittum við hvor á móti öðrum og erum í einhverju upptöku sem er ekki að fara í útvarpið eða það er allir þessi nýju miðlar og auðvitað er þessi heimur allur að breytast. En breytir því ekki að mér finnst skuggi ríkisútvarpsins vera of langur. Ég sé hvað margir einkareknir miðlar eru í miklum erfiðleikum og við þær aðstæður þá segi ég næsta skref hlýtur að vera að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði og leyfa hinnum frjálsu miðlum að berjast fyrir því auglýsingafé á innanlandsmarkaði. Ok, og er þetta sem þú myndir vilja setja í stjórnarsáttmála? Já, og við erum með þetta í okkar stefnuskrá. Næsta stóra spurning verður auðvitað þessi. Hvað á að gera fyrir ríkisútvarpið á móti? Og við í Sjálfstæðisflokknum höfum sagt það þarf ekki að láta ríkisútvarpið hafa krónu fyrir krónu allt auglýsingaféð. Það er hægt að draga úr framlögunum upp að einhverju marki. Og það hlýtur að endurskilgreina hlutverk RÚV einhvern veginn og gera, til dæmis eins og ég er að reka lítið fyrirtæki, það eru nokkur svona fyrirtæki á Íslandi sem reka svona hlaðvarpsveitur og á sama tíma er RÚV, þessi risi eins og þú segir, gnæfandi skuggi yfir í samkeppni við okkur fyrir peninga úr mínum skattgreiðenda vasa. Já, ég vil bara ég vil að ríkisútvarpinu sé markaður einhver skynsamlegu rammi og ríkisútvarpið getur sannarlega haft mikilvægu svona menningarlegu hlutverki að gegna, halda utan þjóðararfinn sem hefur myndast í gegnum tíðina í ríkisútvarpinu og getur haldið úti svona efni sem að þyrfti ekki að vera undir svona stóru þaki, efnisgerð og dreifing á slíku efni. En ég er aðalega bara að horfa á þá staðreynd að allir frjálsu fjölmiðlarnir eru í mikilli brekku á sama tíma og við erum bara með ríkisútvarpið sem eins konar uppáhalds fjölmiðil ríkisins eða þingsins. Það er bara eitthvað skakt í þessari mynd. Ég veit ekki nákvæmlega hversu mikið það myndi gera fyrir frjálsu miðlana að fá ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði, sem segja að það auglýsingafé myndi dreifast hinga og þanga, myndi ekki allt skila sig inn á íslensku miðlana. Gott og vel. Það kann að vera. En það er bara eitthvað gjald sem við greiðum fyrir þá breytingu, af því að prinsippið er að gera það sem þú getur til að tryggja frjálsa fjölmiðlun. Og sko, við vorum hérna í upphafi þáttarins að tala um frelsismál og mér finnst þau oft smættast niður í of lítil mál. Þú veist, menn segja, heyrðu, sá sem ekki styður okkur í að leggja niður mannanafnanefnd, hann er náttúrulega engin frelsisins maður, sko. Ok, þú veist, við getum deilt um það endalaust, hversu langt er ég að ganga í því að hafa skoðun að þessu, en ég menna, mér finnst til dæmis í því máli
sko, mér finnst vera menningarlegur arfur í nafngift á Íslandi, sko. Gildi í þessu. Já, mér finnst það bara rosalega dýrmætur arfur í nafnakerfinu sem að við höfum verið með í gegnum tíðina. Herru, gott og vel. Svona mál, þetta snýst grundvallarréttindi. Þetta nátengt, sko, fjölmiðlafrelsi nátengt, sko, tjáningafrelsinu. Og minna, við erum sem betur fyrir ekki með ríkis einókun lengur, en ímynda hvað stutt síðan. Maður var úlingur þegar það var ríkis einókun á fjölmiðlum, semst í útvarpi. Nú bara komin tími til þess að stíga stærri skref og þegar ég tala þessi grundvallarfrelsismál, þá þau fjölmiðlun, það í hvaða félagi máttu vera og ekki vera, sko. Þú veist, við hljótum alltaf að standa verðum það að mega standa utan félaga, ef maður vill ekki vera í einhverju félagi og vill ekki þurfa að greiða gjald í það, þú veist, þá á ríkið ekki með lögum að þvinga mann til þess nema að það séu einhverja mjög skýrar ástæður til þess og það örfá undantekningatilvik þar og það sem líðst í þessum efnum á Íslandi víða annars staðar talið mannréttindabrot. Skattar annar mál. Ég meina, þú veist, ertu frjáls til þess að bæta kjör þín þegar ríkið farið að taka helmingin af því sem að þú bætir við í tekjum í skatt? Helmingin? Þú ert það ekki, nei. Nei, en við erum semst í hátekju skattþrepinu ennþá með réttum 47% það þýðir eiginlega að maður sé bara að vinna fyrir ríkið. Maður ekki að vinna fyrir fyrirtæki sem að starfa hjá aldrei, maður vinna fyrir ríkið öðrum þræði. Við erum með það á stefnuskráni að hækka þarna viðmunamörkin upp í að misskosti 2-föld meðallaun og það ætti að vera næsta skref. Og við verum að fara að tala skatta í þessu samhengi og í þessum kosningum þá þurfum við að ræða skatta sko í tengslum við bara frelsi. En hér eru semt flokkar að boða stór aukna skattheimtu. En bara svo aðeins til að skilja þetta með RÚV, minna, gæti RÚV ekki alveg komist af, minna, hvað þetta margir? Þetta 6 milljarðar sem við fá frá ríkinu hverju ári eða hvað var það? Já, ekki tekjurnar, heildartekjurnar eitthvað staðar á því bili. Já, og minna, var ekki vel hægt að reka sómasamlegt RÚV fyrir bara þann pening þó að auglýsingatekjurnar eru teknar af? Ég held að auglýsingatekjurnar, ef ég manda rétt, ég verða að setja ákveðin fyrirvara á þetta, losi 2 milljarða. Þannig að það muna verulega slíkan tekjustótt fyrir ríkisútvarpið. Spurningin hversu langt á að ganga í að bæta upp í það gat og sko, þetta svolítið svipað eins og bara þegar við erum að tala ríkisútgjöld. Í stað þess að vera að tala hvort að ríkisútgjöldin eiga að vera 1200 milljarðar eða 1500 milljarðar eða 1700 milljarðar. Af hverju ræðum við ekki frekar það hvað á ríkið að gera? Svo finnum við út úr því hvað það kostar, sko. En ræðum meira það í hvað peningurinn fer og alveg saman með ríkisútvarpið. Spyrjum okkur á því, getur ekki verið að ríkisútvarpið sé að halda úti ýmsri kostnaðarsamri eða, framleiðslu eða starfsemi sem að við getum losa okkur við. Ef við byrjum á þeim enda, þá sjáum við á endanum hversu mikið þarf að bæta þeim upp tekjutap af því að selja ekki lengur auglýsingar. Og þá þá ég bara að hugsa þetta þannig að við myndum reyna að kjarna svolítið betur hlutverk miðilsins og hleypa súrefni inn í frjálsa fjölmiðlun á Íslandi. Og af hverju skiptir þetta máli? Þetta skiptir máli fyrir annað grundvallamál sem framkvæmd lýðræðisins. Þetta lýðræðismál að það sé frjálsir fjölmiðlar. Þetta gæði skoðanaskipta í landinu haldast í hendur við gæði ákvarðana sem eru teknar. Ekki spurning, það rétt. En mér dettur í hug, eins og Javier Milei, forseti Argentínu, hann ekki búinn að sitja lengi í embætti en búinn að ná þvílíkum viðsnúninga á ríkisfjármálum og það nú til frægt, eða svona vinsælt myndband með honum á samfélagsmiðlum þar sem hann með töfluna og að rífa niður stofnanirnar og ráðuneytinu út með þetta og út með þetta og út með þetta. Já. Donald Trump búinn að skipa nefnd skilvirkni ríkisfjármála og það sem Elon Musk settur yfir. Ekki eitthvað hægt að gera svipað í þessum dúr hér á Íslandi að hreinlega bara fara með reglustrikuna yfir og henda einhverju út sem við erum að borga fyrir? Stuttarsvarið jú, við þurfum að fara einhverja nýjar leiðir til þess að dýpka umræðinu það sem að þarf að endurskoða og hætta að gera og gera fyrir minna fé og ná meiri árangri. Og af hverju segi ég að við þurfum að fara eitthvað nýjar leiðir? Það vegna þess að ég hef verið inn í þessu kerfi mjög langan tíma og fjármálaráðuneytinu, þar sem ég var í áratug, ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Ráðherrarnir eiga síðan að skila skýrslum inn til þingsins. Þingið á að veita einstökum fagráðherrum
eftirlit og fjármálarándið að hafa eftirlit með framkvæmdinni, svo ertu með ríkisendurskoðun og svona. Mín niðurstaða þetta hjá okkur er að þetta kerfi virkar ekki. Okay. Aðhaldið á útgjaldahliðinni og eftirlitið með þróun útgjalda, það virkar ekki á Íslandi. Við þurfum nýja aðferð, við þurfum líklega að koma upp sjálfstæðum nýjum aðila sem að hefur aukið umboð til þess að benda á það þegar menn að fara fram úr fjárheimildum. Sem sagt deildum hagkvæmni í ríkisrekstri. Við getum sett á fót eitthvað slíkt. Já, við getum gert það og ég held að vera mikið vitið í. Bæði til þess að benda á það hvar illa farið með fé og eins líka til þess að benda á hvar menn að fara fram úr. Þú kannast við fréttir af því að bandarískar stofnanir klári fjárheimildir sínar og þá eru allir reknir heim. Já. Hefur það ekkert gerst á Íslandi? Nei. Það sem að gerist að menn fá fjárauka heimild. Alltaf. Og í allt of mörgum tilfellum. Herðu, rétt aðeins þetta eru trivial spurningar kannski, það er þetta menningarstríð. Mér langar að spyrja þér, af því að það var eitt sem að Donald Trump sagði í sínum kosningamálum. Það verða engir menn að berja konur í íþróttum. Hvað finnst þér persónulega að transkonur fá að keppa við líffræðilegar konur í íþróttum? Já, mér finnst að íþróttasamböndin hljóta þurfa að taka á þessu og mér finnst það nú að vera dálítið alvarlegt þegar að löggjafinn þarf að fara að blanda sér í þetta en ég tók eftir því að þetta var eitt af stefnumálunum og mér finnst að alþjóða íþróttahreyfingin þurfi að draga mörkin þarna. Mér finnst ég var nú svona í léttu gríni að benda á það daginn að ég var að fara sem afi á leikskóla og það hefði verið lagt til að kenninöfnum í mannanafnalögunum ætti að breyta, þannig að það verið talað foreldri sem ekki afa til dæmis. Og svo er líka búið að leggja til að taka son, þannig að þú getur verið Bjarni Benediktsburr þess að það var hlutlaust. Já, en punkturinn minn var bara sá, ég vil bara halda afanafnun hann inni og svo geta menn bætt við ef einhver annar vil kenna sig við eitthvað annað heldur en afa. Þá á ekki að hlutleysa alla löggjöf og taka út þessi orð sem að við höfum djúpa tengingu við og eiga sér svona sterkar rætur í íslensku máli og málvitund og bara neutralisera þetta allt og láta fólki líða eins og það sé að fara með rangt mál ef það fylgir ekki einhver reglustíku sem er búin til í þeim ágæta tilgangi að tryggja fólki rétt til þess að vera þess sem það vill. Ég er ekkert að amast við því en það þarf ekki til þess, þá þarf ekki að strika yfir afanafnið í mannanafnalögunum. Og eins og til dæmis að það sést hver drekka kristall. Ég meina, hvernig hljómar það í þín eyru? Jú, ég meina, þar erum við að tala minnst fyrirtæki sem er skráð á markaði og er bara frjálst í sinni markasetningu að finna sínar leiðir til þess að ná til fólksins sem býr á Íslandi. Ég meina, þau eru frjáls af því og það þarf enginn að kaupa kristall og við getum öll bara haft okkar skoðun á því. Og allir og öll og allt það. En hefur einhverja skoðun á það er gríðaleg fjölgun í svo kallum transbörnum, bæði hér á Íslandi og annars staðar. Hefur einhverja skoðun á þessari þróun? Það voru gerða breytingar á lögunum fyrir nokkrum árum síðan sem að var ætlað að tryggja að það yrði farið eins varlega og hægt er til þess að verja sjálfsákvörðunarrétt þeirra einstaklinga sem að þarna eiga í hlut. Og mér fannst sumir miskilja þessa lagabreitingu af því að henni var raunverulega ætlað að fyrirbyggja það að vera teknar ákvarðanir snemma í lífi einstaklinga sem að væri óafturkræfar án þess að vilji einstaklingsins stæði örugglega til þess. Þetta er ekki sér íslensk þróun. Ég þekki það bara úr minni nánustu fjölskyldu, til dæmis get bara sagt það að það kom mér á óvart að heyra sögur úr sumarbúðum í útlandum þar sem að eru samankomnar 6 unglingsstelpur og þar sem dóttir mín var og þær voru allar að velta fyrir sér hvers kyns þær væru sem að voru með í sumarbúðunum sem að mér finnst mjög merkilegt að sé orðin svona stór spurning Af því að þetta var ekki til áður, ég meina fyrir 20 ára síðan það var alltaf verið til fullorðnir einstaklingar sem að hafa en að meðal
ungmenna, þá er þetta bara þannig ég sé alveg skýr, ég ætla nú ekki að fara með neina fleipur hérna. Það sem að sú umræða snerist var að þetta eru stelpusumbúðir og þær voru allar að veltaði fyrir sér sko hvort að þær myndu í framtíðinu vilja eiga strák fyrir kærasta eða stelpu eða hvað þær sjálfar vildu vera í kyni, þannig að það sé bara á hreinu. Og það er augljóst einhvers konar félagslegt smit sem eiga sér stað þarna, menn það getur fræðilega gengur það ekki upp að þessu allar að pæla í þessu. Það er eitthvað skrítið í gangi. Ég er ennþá að reyna að átta mig á því nákvæmlega hvað er að gerast hér. Ég ætla nú ekki að þykjast vera. Þó ég sé stjórnmálamaður og formaður í stjórnmálaflokki, þá er ég ekki fullnuma í þessu. Ég er að hlusta, ég er að læra og ég vil, sko við erum að tala hérna dálítið frelsið og fólk á að fá að vera það sem það vill og ég vil endilega það sé þannig. En þú nefnir orðið félagssmitt og félagslegu þrýstingur og fleira getur auðvitað haft einhver áhrif og svona, en þarna finnst mér við öll vera bara tölvöld mikið að læra og ég er enn bara með eyrun opin sko, til þess að skilja nákvæmlega hvað er á seiði. Þetta er mikil breyting. Geðheilbrigði og fíkniefnavandinn. Við erum að sjá hvert metið slegið á eftir öðru, til dæmis í andlátum vegna ofskömmtunar. Þetta er skelfileg staðreynd í íslensku samfélagi. Við erum að sjá, þetta er bara í hverju einustu viku, þá deyr einhver. Auðvitað sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir frelsi og fólk á að fá að gera það sem maður vill og svona, en erum við ekki komin hérna með einhvers konar þjóðfélagsvá sem að ríkið þarf að stíga inn í? Það er engin spurning að þessi nýju lyf sem eru mörgum tilvikum að koma með ólöglegum hætti inn í landið er í mikill eftirspurn, heltaka fólk. Það er nú hæpið að tala frjálsan einstakling sem er sko orðin svona mikill fíkill. Þetta er mikil þjóðfélagsvá, bæði hér heima, allt og mörg dauðsföll út af ofskömmtum, mjög áberandi líka í mörgum borgum í Bandaríkjunum, bara heilu hverfin sem eru undirlögð af þessum faraldri. Við þurfum að fara bara í átak sko, það sem að allir sem að geta haft áhrif þurfa að koma að og það varðar að báða enda þessa máls, ólöglegan innflutning og dreifingu, ávísanir sem að ættu ekki rétt á sér, meðferðir, aðstoð við þessa einstaklinga, koma þeim aftur til virkni. Þetta er bara rosalegt. En meðferðnar, eins og okkar færustu fagaðilega, þeir sem eru með mestu reynsluna, til dæmis bara samtök eins og S.A.A. sem reka Vog og Vík og svona, þetta er klárlega hluti af heilbrigðisþjónustinu og þeir eru með samningi sjúkratryggingar, en það er aldrei greitt nema bara upp að 75% held ég að sé sem meðferðin þeirra kostar og þeir eru með frjáls félagasamtök sem eru allan ásinsring eins og hamstur í hjóli að safna peningum til þess að láta enda ná saman. Ætti þetta ekki að vera að fullu greitt þessi heilbrigðisþjónusta eins og önnur heilbrigðisþjónusta á Íslandi? Við getum sagt að S.A.A. hafa lyft miklu grettistaki og unnið alveg ótrúlega mikilvægt starf fyrir okkar samfélag og ég hef haft mikinn áhuga á ekki bara starfsemi eins og S.A.A. rekur heldur sko almennt allri svona frjálsri starfsemi sem að þrífst í landinu. Það er líka Krísuvík og Hlaðgerðarkot sem að er að gera frábæra. Já, við erum auðvitað að tala meðferðar heimili sko og ég vil bara benda á það að við höfum beitt okkur fyrir því að allir slíkir aðilar þeim sé gert léttara verk að komast af með því að við höfum hvatt til aukinna framlaga til þeirra. En þegar að kemur að samningunum þá finnst mér því miður að fjármunum sem að fara í gegnum heilbrigðisráðuneytið hafi í gegnum tíðina almennt verið forgangsraðað fyrst og fremst til ríkisaðilana og hinir hafi dálítið svona mætt afgangi. Þó er það þannig að ríki hefur auðvitað veitt sko gríðarlegum fjármunum til S.A.A. og sama mætti segja með önnur úrræði sem er ekki beint sko fíknivanda úrræði en til dæmis náttúrulækningafélagið sem er með heimiliðin í Hveragerði sko
Það einhver svona Þar hefðu menn vilja fá stærri samning margir stjórnmálamenn eins og Svandís Svavarsdóttir til þess að hjálpa fleirum. Það er forvarnir. Verið með svona antipatt á enga rekstri. Já, ég bara skil það ekki sko. Þetta er svo augljóslega svo mikilvægt starf sem er þarna unnið fyrir allt samfélagið. Myndirðu styðja að SÁ fengi sinn kostnað greiddan aftur? Já, ég held að sé góð fjárfesting. Ég horfa það sem fjárfestingu fyrir okkur í bataferlinu og svona aðeins á þessum nótum þá við erum í ákveðnum heilsu faraldri bara hreint yfir heilt yfir við Íslendingar við tengjum svona aftur við þessar nýafstöðnu kosningar í Bandaríkjunum. Þetta var sett á dagskrá þar. Já, Robert F. Kennedy Jr. Honum var falið að fara sérstaklega inn í þetta og þau vilja sjá mælanlegan árangur innan 2 ára á heilsufari barna í Bandaríkjunum sem hefur hrakað. Og því miður, þó að við séum með á margan hátt mjög svona mikla virkni í íþrótta- og tómstundastarfi af ýmsum toga á Íslandi, að þá samt svona heilsufarið yfir tíma alltaf að versna. Við erum að þyngjast mjög mikið og þú varst að nefna ýmsa svona geðræna kvilla og sjúkdóma. Þörfin fyrir aukna sálfræðastoð, geðlækningar og fleira hefur vaxið og við eigum að setja miklu meiri kraft í lýðheilsumál og forvarnir. Fyrirbyggja þetta. Já, forvarnirnar. Þess vegna nefndi ég nú heilsuhælið í Hveragerði vegna þess að það alveg á hinum endanum sko. Það auðvitað margir sem eru komnir í kulnun og eru að jafna sig eftir aðgerðir sem fara þangað. En það líka verið að byggja sig upp og koma í veg fyrir að fólk dett út af vinnumarkaði. Ég sá að þú tekur allavega 100 kíló í bekk. Já. En þá? Jú. Er það þitt besta eða hefur þú farið ofar en það? Sko, ég hef ekkert verið að lyfta í bekk mjög lengi, sko. Ekki á stöng, ég hef bara verið með svona handlóð af og til. En ég lyfti 120 síðast ég var í þessu. Og nú svona að því að ég var dregin í eitthvað kosningamyndbandi að fara að lyfta í bekk og ég gat lyft 100, þá hugsaði með mér, heyrðu, nú fer ég að taka reglulega bekkpressuna. Ég held ég fari hratt aftur í 120 ef ég sinni þessu eitthvað. Já, þú væri klálega stærsti flokkurinn ef fylgi væri mælt í kílóum í bekk, sko. Já. Ég held að ef kannski Sigmar Guðmunds myndi kannski hafa eitthvað í þig en þú verður örugglega með vinningin af 63 þingmönnum. Já. Það heldur gott. Já. Það Bjarni minn, það búið að vera frábært að fá þig heimsókn og ég gaman að spjalla. Óska ykkur bara góðs gengis. Takk fyrir. Á þetta brattan að sækja en Já. Nei, það er alltaf bjart framundan. Við keyrum bara á þetta og svo eru lýðræðislega kosningar og við lifum með þeirri niðurstöðu en við höfum ennþá trú á því að við fáum góð úrslit í þessum kosningum. Gangi vel Bjarni Benediktsson. Takk fyrir. Takk.